Hæ, ég var að fá pakka frá Gymshark. Ég ætla að byrja að opna þennan. Ég er með 2. Þetta er ábyggilega derhúan sem ég pantaði. Nice. Kom daginn. Það er aðeins að fengna. Blessi. Ok, nú kemur annað unboxing myndband. Það var Gymshark útsala daginn og mig langaði að kaupa mér eitthvað þar. Ég hef keypt mér 2 áður og það var allt bara mjög fínt sem ég fekk. Þannig að fyrst það var eitthvað svona útsala að ákveði að kíkja og svo var eiginlega allt sem að, þú veist, ég var búin að skoða fyrirfram, það var bara allt orðið uppselt eiginlega strax. Ég keypti 2 buxur líka handa hérna sem gjöf. Það eru þessir XL. Þetta er þessar sem eru með punktunum hérna í. Þessar hérna. Það eru alveg mjög svona, já, góðu æfingaefni. Þetta er Energy Seamless Leggings. Það kostuðu 6.245, þannig að þetta var alveg dýrustu buxurnar. Þetta er hérna Gymshark Vital Seamless Leggings. Þær kostuðu 5.677 sem er næst dýrast. Það virðast alltaf að vera mjög þægilegu efni. Svona lína hérna á rassinum. Já, mjög svipaðar, en þær eru með svona ljósuna undir rasskinnunum og svo svona sjarkdóti yfir lærarum. Ég ætti kannski að ná í þær sýningræður líka, ég veit ekki. En já, þetta voru alltaf 2 dýrustu buxurnar. Það er líka ætla að gefa þær sem gjöf. Húan sem ég er með, hún kostaði 2.980, ok. Það er alveg smá dýrtir og mér finnst hún geggja flott. Það er eitthvað limmiði hérna. Taka hann bara, limmiði hér líka. Miðið hérna inni líka, ég þarf að klippa hann í burtu. Ég verð að gera það alveg núna. Ok, þetta er fínt. Ok, á ég að vera með húna? Ég held ég að verði með hana, en ég skoða hitt. Bí! Já, ok, það fylgir eða miði ef þetta var ekki rétt. Það eina sem var ekki rétt reyndar er að þetta var villust verðmerkt að utan, þannig að ég borgaði meiri toll fyrir þetta en ég þurfti. Það reyna að fá það leiðrétt. Ok, sko, það voru eina buxur hérna handa Davíð. Þær voru á 5.000 kall. Það voru mjög mikið af flottum kallabuxum en þær voru bara allar eiginlega uppseldar strax, sko. Þannig að þetta var svona skásta sem ég sá. Þetta er nú bara voðalega plain. Samt eru flott í lagi, hann þarf bara að máta þetta. Ég ætla bara upp á gannið að máta það sem ég pantaði handa Davíð. Það eru með rennilás af þessum. Það er allavega gott. Þau veist að það líti út eiginlega fyrir að vera gamlar. En já, það er allavega rendi vasar. Það er plús. Það voru 1, 2 og það eru 3 buxur fyrir mig og 1 svona toppur. Ok. Það byrja á ok, þessar Ayla Knit Jogger Evening Navy Blue hot. En svo þetta sé úr ull. Það er alveg mjög mjúkar. Já, þetta er ull og nælon. Ok, nice. Ok, þetta er eiginlega bara svona eins og eitthvað föðurland eða eitthvað, þannig að þetta er eiginlega mjög gott í vetur. En það er nú mjög hátt upp. Það eru vasar, það er svona spotti. Það er alveg þægilegar.
Já, þetta örugglega mjög fínt í veturinn. Þetta of heitt til að vera í núna. Já, ég pantaði allt fyrir mig bara í small. Ég hef pantað áður í medium en ég þarf frekar small. Næstu þetta. Everyday Jogger Plus Nude 3122. Þessar eru bara fínar. Já, hérna bómull og polyester. Það er svo góð lykt. Af svona nýjum fötum. Oh my. Það eru vasar hérna á hliðunum. Og mjög þykkt svona band. Það er svona aftan á, slett framan á. Þetta eru cozy buxur. Oh my god. Það eru geðmjúkar. Það er engin spotti eða neitt hérna. Það er bara svo að tolla svona. Svona aftan. Og þær eru svona þröngar neðst. Þetta. Það er alltaf geggja þægilegar. Og svo Solas Bottoms 2 Dusky Pink. Það kostar bara 1900 kall. Já, það eru mjög þunnar, mjög léttar. Það eru Viscose 46% polyester og elastín. Allavega, það eru svona, þetta er mjög mjúkt, teygjanlegt og þunnt. Það er svona bönd á framan. Og það eru vasar, já. Nice. En já, þú veist, það var eiginlega bara svo svona neðst líka. Já, þessi eru þægilegar. Það passa fínt. Það er svona frekar laust. Mjög flott línan sem kemur hérna. Þannig að ég með tvennar bleikabuxur og einar bláar. En já, það var eiginlega bara alltaf að vera búið þarna. Þannig að ég fann ekki neitt af því sem mig langaði að geða þetta í. Nema þennan top. Nema hann var bara til í extra small. Ég held að geta alveg passa á mig. Flawless knit long sleeve crop top. Ég er ekki alveg viss hvernig ég myndi fara í hann sko. Ég er ekki alveg það mikið fyrir, þú veist, svona magabóli. En mér fannst bara svo flottur liturinn. Flott allt þetta. Sjá hvernig þetta er. Svona fullt af götum. Hérna aftan á. Þetta er... Já, ég væri bara til í svona frekar lengri. Það voru, þú veist... Ég langaði svona síðan langan, en... Já, whatever. Sko, ok, þetta eru hérna... Þú veist, þetta eru ekki æfingabuxur. Þetta eru bara svona cozy buxur og þannig. Og því mér langaði þannig og því að... Mér er svo þægilegt að fara í þannig ef ég er kannski að hoppa út með hundi minn. Ef hún vill fara snemma út og ég er kannski, þú veist... þarf að hoppa í eitthvað. Þá er sem þægilegt að eiga svona, já, svona cozy buxur.